Góðan dag og verið öll velkomin á 342. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundinn og óska eftir athugasemdum fundarboð ef einhverjir eru. Ef ekki, þá óska ég eftir að bæta einu máli á dagskrá, mál númer 1, það er fundargerð 290. og annars fundar byggðarráðs. Aðrir liðir færast þá eftir því. Þau sem samþykkja það gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Áður en við hefjum dagskrána þá ætla ég að renna yfir þau sem að sitja hér í fundarsalnum. Það er Anton Kári Halldórsson, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson og sá sem hér stendur Tómas Birgir Magnússon, Margrét Jóna Ísaksdóttir, hún ritar fundargerð og Sigurmundur Páll Jónsson sér tækni og útsendingamál hér í dag. Já, þá bara hefjum við dagskrána. Fyrsta mál á dagskrá er þá fundargerð byggðarráðs 290. og annar fundur. Hún er þá lögð fram til staðfestingar í heild sinni. Er einhverju sem vilja tjá sig varðandi eitthvað í fundargerðinni? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar í heild sinni. Þau sem staðfesta hana gefa merki. Hún er staðfest samhljóða. Þá er það annað mál á dagskrá. Það er fjárhagsáætlun 2026 til 2029 fyrir umræða. Fjárhagsáætlun lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Áætlunin hefur verið unnin af fjármálastjóra og sveitarstjórn á vinnufundi sveitarstjórnar. Á vinnufundum hafa allir fulltrúar sveitarstjórnar verið boðaðir og tekið virkan þátt í vinnunni. Sveitarstjórn hefur fengið ítarlega kynningu á fjárhagsáætluninni á fundi byggðarráðs fyrr í dag. Er einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá vísa ég fjárhagsáætlun 2026 til 2029 til seinni umræðu. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá í dag er minnisblað sveitarstjóra. 13. nóvember 2025 lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Komið sæl, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla venju samkvæmt að renna yfir minnisblað sveitarstjóra í upphafi þessa fundar. Dagur og vikur líða hjá og ógnar hraða. Sérstaklega þegar það er í mörg horn að líta og það er gaman. En þannig hafa undanfarna vikur liðið ansi hratt á margt hefur dag okkar drifið. Að venju stikla hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir sveitarfélagin okkar höfum verið að fást við og undanförnu. Fjárhagsáætlun Rangárþings eystra fyrir árið 2026 er lögð hér fram í dag til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjárhagsáætlun hljóta 2 umræður í sveitarstjórn. Við gerð þessarar áætlunar sem nú liggur fyrir hefur verið vandað til verka og hafa sveitarstjórnarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins lagt hart að sér til að áætlunin sé sem best úr garði gerð, sé marktæk, raunsæ og leiði okkur til áframhaldandi uppbyggingar til framtíðar. Íbúum okkar til heilla. Það er að mörg að hyggja við gerð áætlunarinnar, meðal annars þarf að taka tillit til áætlana allra samstarfsverkefna okkar við önnur sveitarfélög og fleira. Því geta alltaf orðið einhverjar breytingar á útkomu fjárhagsáætlunar á milli umræða og því mun ég ekki fara nánar ofan í sauman á fjárhagsáætlun okkar í Rangárþingi eystra fyrr en við tökum hana til síðari umræðu á áætluðum fundi sveitarstjórnar þann 11. desember 2025. Ársþing Samtaka Sunnlenskra sveitarfélaga var haldið á Kirkjubæjarklaustri dagana 23. til 24. október síðastliðinn. 100 fulltrúar 15 sveitarfélaga á Suðurlandi tóku þátt í þinginu og af þeim átti Rangárþing eystra 5 fulltrúa. Samhliða ársþinginu eru einnig haldnir aðalfundir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Sóstöðvar Suðurlands. Eitt af meginverkefnum ársþings samtakanna er að bera upp ályktanir varðandi ýmis mál sem brýnt er að ráðast í landshlutunum öllum til hagsbóta.
Sveitarstjórnarmenn á Suðurlandi hafa frá því byrjun haust starfað í málefnanefndum sem skiptu sér niður á málaflokka sóknaráætlunar og unnið hefur verið að undirbúningi að ályktunum til að leggja fram á þinginu. Í því felst að talsverð vinna sveitarstjórnarmanna og vil ég þakka sveitarstjórnarmönnum í Rangárþingi eystra sérstaklega fyrir þá vinnu í aðdraganda þingsins. Þó nokkur fjöldi ályktana í flokkunum atvinna og nýsköpun, samfélag, umhverfi og innviðir voru lagðar fyrir og samþykktar á þinginu. Allar stuðla þær að því að byggja upp til framtíðar, auka samvinnu og efla samkeppnishæfni landshlutans í heild. Stór áfangi náðist einnig á þinginu þegar öll 15 sveitarfélögin í landshlutanum ásamt öllum þjónustuveitendum sem vinna að málefnum barna á Suðurlandi undirrituðu samstarfsyfirlýsingu stofnun farsældarráðs Suðurlands. Þetta í fyrsta sinn sem öll sveitarfélögin sameinast með þessum hætti að setja velferð barna í forgang. Markmið samstarfsins að efla og samræma þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra á Suðurlandi og tryggja að farsæld barna sé leiðarljós í allri stefnumótun og framkvæmd þjónustu í landshlutanum. Einn af hápunktum hvers ársþings að þá eru veitt menningarverðlaun Suðurlands. Að þessu sinni var það Harpa Elín Haraldsdóttir sem hlaut verðlaunin fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt framlag sitt til menningar og samfélags í Mýrdalshreppi. Ég get engan nefnt sem ætti þessi verðlaun betur skilið en hún Harpa og tek undir hvert orð í rökstuðningi dómnefndar en þar Hörpu lýst sem ótrúlegum drifkrafti í samfélaginu. Með sinni einstöku orku, jákvæðni og góðvild hefur hún haldið uppi menningarstarfi og samfélagslegri virkni af ótrúlegum krafti. Sérstaklega tekið fram hversu mikilvægu hlutverki Harpa gegnir í samfélagi þar sem 62% íbúa af erlendum uppruna. Hún hefur tekið á móti nýjum íbúum af hlýju, staðið fyrir bókaklúbbum og kaffihúsum til að æfa íslensku og veitt ómetanlegan stuðning við íbúa í samskiptum við stjórnsýslu og félagsþjónustu. Hún virkur samfélagsþegn ekki aðeins í menningarmálum heldur einnig í foreldrastarfi, forvarnastarfi, starfi með eldri borgurum og í farsæld barna, segir enn fremur í rökstuðningnum. Það var síðan mikil sorgarfrétt sem barst að Harpa Elín hefði látist þann 11. nóvember síðastliðinn eftir baráttu við krabbamein. Þessa frábæru manneskju sem ég þekkt allt mitt líf og alist upp með forðum kveð ég með mikilli sorg en jafnframt miklu þakklæti. Fjölskyldu og vinum hennar Hörpu sendi ég mína dýpstu samúðarkveðjur. Undanfarin ár hefur skapast sá góði siður að sveitarstjóri, skólastjóri og fjármálastjóri fundi með skólabílstjórum sem ráðnir eru sem verktakar til að sinna skólaakstri við Hvolsskóla. Þessi fundir okkur mikilvægir til að fara yfir stöðuna og ræða hin ýmsu mál sem við þurfum að fást við dagstaglega. Í Rangárþingi eystra fer 50% af börnum Hvolsskóla með skólabílum á hverjum degi. Vegalengdir í sumum tilfellum mjög langar og sveitarfélagið okkar eitt af þeim sveitarfélögum þar sem hvað mestur skólaakstur í kílómetrum til staðar. Sveitarfélagið og Hvolsskóli hafa alltaf lagt kapp á að hafa þjónustu vegna skólaaksturs til fyrirmyndar og án þess að fullyrða það þá held ég að hvergi á Íslandi sé boðið upp á eins margar ferðir heim með skólabílum eins og hjá okkur og á hverjum einasta degi. En til þess að geta sinnt þessu vel eins og raun ber vitni skiptir auðvitað höfuðmáli að öflugir skólabílstjórar fást til verksins. Þar búum við sannarlega vel og erum afskaplega ánægð með okkar bílstjóra. Því það að vera skólabílstjóri snýst ekki eingöngu að koma börnum í og úr skóla, heldur starf skólabílstjóra einnig gríðarlega mikilvægt í umsjón og uppeldi barnanna okkar, því þeir eyða í mörgum tilfellum miklum tíma með börnunum okkar á hverjum degi. Fyrir það ber að þakka og því þessir árlegu fundir okkar mjög mikilvægir til að stilla saman strengi og leggja drög að því að leysa þau vandamál sem upp kunna að koma. Eins og svo oft áður fór stór hluti fundarins í að ræða vegamál og þá helst skort á viðhaldi héraðs- og tengivega. Skólabílstjórar og sveitarfélagi standa einhuga að því að þrýsta á vegagerðina aukið viðhald á vegum í sveitarfélaginu öllu. Að venju að næga taka í menningarlífinu í Rangárþingi eystra. Leikfélag Rangæinga hefur nýlokið við sýningu og leikritinu Klerkar í klípu sem sýnt hefur verið undanfarið í Njálsbúð. Var að ræða skemmtilegan hraðan farsa sem náði svo sannarlega að kitla hláturtaugarnar. Ég get ekki þakka nægilega þeim sem standa slíkri sýningu, hvort sem það eru leikararnir sjálfir sem slá náttúrulega alveg í gegn eða þá allur þessi flottu hópur sem að sýningunni stóð. Það algjör forréttindi okkar hinna að fá að njóta afraksturs allra þeirra miklu vinnu sem þið leggið á okkur til að skemmta okkur og auka okkar mannlíf. Takk kærlega leikfélag Rangæinga, ég get ekki beðið til næstu sýningu.
Einn okkar helsti knapi og hestakvíslari bauð til útgáfuteitis að því tilefni að út komin bókin Með frelsi í fagsins kvin, riðið í strauminn með Hermanni Árnasyni. Í bókinni farið yfir sögu Hermanns Árnasonar í tengslu við hestamennsku, en óhætt að segja að hann hafi farið ótrónar slóðir í sínum ferðum gjörvallt Ísland og eins hefur vakið athygli víða einstakt samband Hermanns við hrossin sín. Innilega til hamingju með þetta verk, Hermann, og takk fyrir að deila því með okkur. Að venju var ég þess heiðurs aðnjótandi að flytja ávarp við upphaf Njáluupplesturs 10. bekkjar í Hvolsskóla. Í ljósi þeirra umræðu sem hefur verið í samfélaginu síðustu misserin að íslenskan og ekki hvað síst íslenska bókmenntir eigi undir högg að sækja, sannast það rækilega hversu vel haldið á þeim málum í Hvolsskóla. Njáluupplesturinn okkar fyrir löngu orðinn fastur liður í okkar skóla og menningarlífi og ég vona hann verði það ókomna tíð. Kærar þakkir nemendur og kennarar fyrir að standa vaktina og gera það svona vel. Ég gæti haldið áfram með upptalningu á okkur öfluga menningarstarfi út í hið óendanlega og dagskráin kemur bara til að þéttast á næstu dögum og vikum. Ég hvet ykkur öll til að njóta sem best. Nú í nóvember boðaði HSU í samvinnu við sveitarfélög í Rangárvallasýslu til íbúafundar til upplýsingar fyrir alla íbúa sýslunnar. Fundurinn var haldinn í Hvolnum og Hvolsvelli og var vel sóttur. Framsögufundunum höfðu stjórnendur HSU og fóru þeir yfir stöðu mála, meðal annars varðandi þjónustu, mönnun á stöðvunum og fleira. Á fundunum sköpuðust góðar og málefnalegar umræður sem vonandi muni nýtast HSU til eflingar á þjónustu til handa íbúum í Rangárvallasýslu. Rangárþing eystra mun áfram eiga í góðu samstarfi við HSU öfluga þjónustu í Rangárþingi og leggja sitt af mörkum til að svo megi verða. Undirritaður ásamt leikskólastjóra urðu þess heiðurs aðnjótandi í gær, þann 12. nóvember, að taka við íslensku hljóðvistarverðlaununum í flokki leikskóla fyrir leikskólan okkar Ölduna. Í rökstuðningi dómnefndar segir meðal annars: hljóðstig og endurómstími eru vel innan lágmarkskrafna hávaða og tímalengd. Hljóðdreifing og hljóðlokanir eru afbragðsvel leyst, hvort sem milli rýma eða inn í kyrrlát horn. Leikrými eru hæfilegri stærð. Hljóðlát vélræn loftarasting í öllum leikskólanum sem skila fullnægjandi loftgæðum og loftskiptum í rýminu, en auk ómtíma og hávaðamælinga á leikskólanum voru loftgæðin einnig mæld og samspil góðra hljóðvistar og loftgæða stuðlar að heilsusamlegu vinnuumhverfi og góðri líðan barna og starfsfólks. Vellíðan starfsfólks og ánægja með starfsumhverfi mikil á leikskólanum og veikindaforföll í lágmarki, sérstaklega miðað við fyrra starfsumhverfi. Efnisval smekklega valið með hljóðvist í huga, hljóðdeyfandi línolíundúkur með litaspili á gólfum sem kallast á við hljóðdeyfandi veggpanela sem mynda litaspil. Litir eru notaðir til að aðgreina deildir. Loft úr götuðum hljóðunangreindi gifsplötur sem teygja sig niður á veggi í hurðarhæð. Í þessu umhverfi virðast börnin ánægð í leik og afslöppun. Það því mat dómnefndar að mælingar, áhorf og upplifun á staðnum sé til þess fallin að leikskólinn hljóti verðlaunin. Þetta enn ein rós í hnappagat okkar allra sem komu að ákvörðunum, hönnun, byggingu og fjármögnun leikskólans okkar. Innilega til hamingju allir í Rangárþingi eystra með glæsilega leikskólan okkar. Og að lokum, líkt og áður hér einungis stiklað á stóru það helsta sem á daga okkar hefur drifið. En oft getur reynst erfitt að hafa hemil á sér við ritun þessa minnisblað. Það svo ótal margt sem ég vildi sagt hafa og svo ótal margt merkilegt sem íbúar okkar að fást við og leggja sig til að gera okkar samfélag að því sem það En að mínu mati það frábært og forréttindi að fá að taka þátt í því að móta það. Við vitum aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér, því mikilvægt fyrir okkur öll að njóta þess að vera til, sinna okkur sjálfum og náunganum með kærleika að leiðarljósi. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Anton Kári. Einhver sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá höldum við áfram dagskrána og næsta mál á dagskrá mál númer 4. Menningarsjóður Rangárþings eystra, haustúthlutun 2025. Á 30. fundi markas- og menningarnefndar var tekið fyrir málið Menningarsjóður Rangárþings eystra, haustúthlutun 2025. Eftirfarandi bókun var samþykkt, alls bárust 12 umsóknir sem allar stóðust úthlutunarreglur sjóðsins
Óskað var eftir 7.755.000 krónum úr sjóðnum en til úthlutunar voru 1.750.000. Markaðsson menningarnefnd leggur til að eftirfarandi verkefni hljóti styrk úr haustúthlutun Menningarsjóðs Rangárþings eystra. Kór Hvolsskóla jólatónleikar Kórs Hvolsskóla 225.000, Sæbjörg Eva Hlynsdóttir söngstund 200.000, Sara Mjöll Magnúsdóttir tónleikar 100.000, Markús H. Guðmundsson jólatónleikar stofubandsins 100.000, 860 félag áhuga ljósmyndara, sumarsýning 2025 200.000, Midgard Adventures menningarveisla á Midgard 100.000, Anna Sigríður Valdimarsdóttir vortónleikar Vox Rangárþing 100.000, Ingibjörg Erlingsdóttir konur 150.000, félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu dagur sauðkindarinnar í Rangárvallasýslu 100.000, Hringur kór eldri borgara í Rangárvallasýslu, Hringur 20 ára, 175.000, leikfélag Rangaenga, Klerkar í Klípu, 200.000, Rótariklúbbur Rangaenga Austurleiðarstofa í Skógasafni, 100.000. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki að þá bara ber ég haustúthlutun Menningarsjóðs Rangárþings eystra upp til staðfestingar, þau sem það staðfesta gefa merki, staðfest samhljóða. 5. mál á dagskrá Njálurefill óskum vilyrði fyrir sýningarrými. Á 291. fundi byggðarráðs var málið tekið fyrir, lagt fram erindi stjórnar Njálurefis SES þar sem óskar eftir vilyrði fyrir sýningarrými undir Njálurefilinn að Austurvegi 4 Hvolsvelli. Eftirfarandi bókun var samþykkt, byggðarráð tekur vel í erindið og vísar til afgreiðslu í sveitarstjórn. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Kannski bara tökum smá fundarhlé. Þá bara máttu setja okkur á aftur. Já, velkomin aftur eftir fundarhlé. Við erum hérna í 5. lið á dagskrá, Njálurefill óskum vilyrði fyrir sýningarrými. Einhver sem vill taka til máls varðandi þetta? Ef ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn þakka fyrir erindið. Sveitarstjórn óskar eftir nánari upplýsingum frá stjórn Njálurefils, svo sem varðandi hversu stórt rými óskað eftir að leigja, hverjar eru áætlaðar leigugreiðslur til sveitarfélagsins, almennt nánara rekstrar fyrirkomulag sýningarinnar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu erindisins þar til nánari upplýsingar liggja fyrir. Þau sem samþykkja þetta gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 7. dagskrárliður, það sorpstöð Rangárvallasýslu BS gjaldskrá 2026, lögð fram til samþykktar gjaldskrá sorpstöðvar Rangárvallasýslu 2026. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir, mótviti. Ég svo sem ekki með miklar eða athugasemdir við þessa gjaldskrá. Svo sem ekki búin að tíma til að þaulesa hana. Tek þó eftir því að það svona verið að bæta inngjöldum, sé ég eins og vélavinna við vegna losunar á sorpi, vantarlega á sorpstað. Ég hef svo sem alveg skilning á þessu að það tími sem fer í þetta og allt kostar. Ég hins vegar svona set spurningamerki við það þegar við erum að auka eða fjölga gjöldum á sorphirðuna. Við megum passa okkur að
hvað ég segja, vera ekki fráhrindandi eða það er að segja að fólk fari að draga við sig að skila. Við viljum númer 1, 2 og 3 er að fá sem allra mest af úrgangnum á skilastað. Og ég veit að þetta eru lágar upphæðir og þetta er kannski ekki úrslita þáttur, en mér langaði bara aðeins að stinga þessu að við horfum svona frekar til þess að einfalda gjaldskrárnar frekar en hitt og allavega höfum þetta í huga að við skulum ekki draga úr hvata til að Sorpi skili sér. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti, aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég þarna tekið undir með honum Rafni, félaga mínum, yfirleitt frekar sammála. Ég sá í gjaldskránni að það er heimilt að leggja þarna gjald eða sektargjald á þá sem að skilja eftir sorp utan við grenndargáma. Ég var bara að velta fyrir mér hvernig við ætluðum að framkvæma þetta og hvaða heimildir við hefðum til að fara í þetta. Ég er að sjálfsögðu ekki hlynntur því að sóðaskap á grenndarstöðunum en ég er svona á erfitt með að sjá hvaða heimildir við höfum og hver ætti að framkvæma þessa innheimtu fyrir okkur. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég svo sem tek nú bara undir með þeim félögum Rafni og Bjarka að auðvitað eigum við að reyna að hafa gjaldskrár sem einfaldastar. Varðandi þessa vélavinnu og það að þá held ég bara svo sem að þetta hafi aukist og framkvæmdastjóri bara taldi að þyrfti að bregðast við því. Þetta er náttúrulega svo sem alltaf fín lína, ég líka tek alveg undir það. En það er kannski bara þá að sjá hvernig þetta gengur núna. Og þetta er þá hægt að endurskoða svo sem í næstu gjaldskrá ef það er. Varðandi grenndarstöðurnar, þá held ég að þetta hafi nú verið inn í gjaldskráni frá því síðast. Ég man nú bara að viðurkenna það, ég man það nú ekki nákvæmlega hvenær þetta kom inn eða og hefur held ég svo sem ekki verið rætt einhverja útfærslu á þessu, ég man það ekki, en ég skal nú bara forvitnast þetta og koma svörum við þessu Bjarki til þín, hvernig þetta hefur gengið og svo framvegis. Þannig að bara góð ábending. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og þau sem að fylgjast með á netinu. Ég tek bara undir það sem hefur komið fram varðandi svona aukagjöld. Þau eru alltaf, þetta er ekki svona gagnsæi og einmitt þetta, við viljum fá fólk til þess að koma með sorpið og finna því leiðir og það er óþægilegt að fá þessu svona eitthvað aukagjöld því að þetta á að vera skýrt og á ekki að vera fráhrindandi. En vissulega kostar líka leiðirnar og farvegirnir, þannig að það gerir það, en það er hægt að finna það svona ákveðna bestun í því. Varðandi grenndarstöðarnar að þá er svona vídeóvöktun á grenndarstöð á Hellu og Landvegamótum sem er þá tengt á Strönd. Hvaða heimildir, við lögðum fyrir þessu hérna hjá okkur, við erum ekki búin að setja upp vélar, en ég held svo sem að það hefði aldrei verið rukkað eftir þessu. Ég þekki ekki lagalega arminn á því hvort að það standist að gera það, en eins og þið þekkið öll að þá erum við búin að vera og lendum iðulega í vandræðum með grenndarstöðin okkar að það er gengið illa hana. Og við getum alveg tekið til okkar að kannski þurfum við að gera betur í að sinna henni og fylgjast með oftar og hreinsa þá til þegar eitthvað kemur. En ég biðla samt til fólks líka að virða þá, takmörkun á þeim úrgangsflokkum sem berast, af því að þetta kostar okkur ofsalega mikið og bara, eitt dæmi gám sem er á grenndarstöðin okkar, pappagám, ef það fer eitthvað annað í hann heldur pappi eða eitthvað mengandi úrgangur,
að þá allur pappinn hann dæmdur og felldur og þá í staðinn fyrir kannski að koma út á nulli með sölu á pappagangnum eða sérst úr því eða jafnvel kannski í plús, það veldur svolítið á því hvað verið, þetta bara þessi sorpmarkaður, hvað verið að greiða hver skipti, að þá þurfum við allt í einu að borga fleiri 100.000 með. Og það náttúrulega bara, það er mjög illa að fara með og það skattpenningarnir okkar og við getum gert miklu betur. Og ég hef svo sem fulla trú á því að flestir okkar íbúar gerir það, en það er kannski brýna fyrir þeim. Og kannski eitt líka, ég hlakka líka til, stjórn sorpstöðvarinnar samþykkti að fara í heildarendurskoðun á gámasvæðunum okkar. Þetta alveg sömu vandamál á öllum stöðunum og þar getum við gert betur og ég held það var allan að bókað í sumar að það ætti að fara í haust og vonandi sú vinna farin af stað eða þá á leiðin af stað því að þar getum við gert betur. En takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og sveitarstjóri og aðrir fundarmenn. Takk fyrir þetta. Búið að hafa langt mál þessar stuttu fyrirspurnir. Mér fannst svörunum samt færra. Mér fannst ekki koma fram hvaða úrræði við hefðum til að sekta. Er eitthvað með það á hreinu og mér langaði líka að spyrja. Ég hélt að myndavélarnar verði, ef nú tafist í mörg ár þessar myndavélar, eru þær ekki enn komnar upp hér á stöðun og hvað tefur þá vinnu enn? Takk. Takk fyrir Lilja. Svo sem eins og ég kom inn á að þá bara þekki ég það ekki með sektar ákvæðið varðandi grenndarstöðurnar en ég skal bara afla upplýsinga það og koma því áfram. Það er bara alveg sjálfsagt. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Já, ég ætlaði nú ekki að tala í kringum neina hluti og biðst afsökunar á því ef ég hef ekki náð að svara. En ég kom samt sem áður inn á það að lagalega hliðina þekki ég ekki á þessu og hvaða heimildir við erum varðandi sektarákvæði. En ég veit að þetta inn í mörgum gjaldskrám. Og ég satt svo sem ekki fundin þegar þetta ákvæði kemur inn og ég veit ekki hvort það nýtt inni. Varðandi myndavélarnar okkar gámasvæði, þá þær ekki komnar upp en það var akkurat þetta. Við vorum líka að velta fyrir okkur hvar þetta myndefni ætti að vera vistað og hvernig og lagalega séð varðandi bara persónuvernd og annað. Ætluðum við að vista þetta á einhverjum server, hver á að hafa aðgengi, það mega starfsmenn sorpstöðvarinnar hafa aðgengi, þetta bara svolítið sem ég held að við þurfum að taka saman og sorpstöðin þarf að ákveða hvernig á að fara með á öllum, af því að þetta samstarfsverkefni okkar allra, sem sagt í Rangárvallasýslu. En já, ég get ekki svarað betur en þetta. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég upp gjaldskrá sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS fyrir árið 2026 upp til staðfestingar sem staðfesta hanagefamerki og hún staðfest samhljóða. Þá það 7. liður á dagskrá, það samþykkt sölu og matarvagna í Rangárþingi eystra. Lögð fram tillaga samþykkt fyrir sölu og matarvagna í Rangárþingi eystra, skipulags- og umhverfisnefnd og byggðarráð Rangárþings eystra gerir ekki athugasemd við framlagða samþykkt og leggur til að sveitarstjórnarsamþykktin verði samþykkt. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá bara biðja þau sem að samþykkja framlagða samþykkt sölu og matarvagna í Rangárþingi eystra að gefa merki til staðfestingar og það samþykkt samhljóða. Þá það liður 8 umsókn byggingarheimild mastur við Rauðsbakka. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt án grenndarkynningar þar sem samþykki landeiganda liggur fyrir. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þau sem samþykkja að gefa merki, það samþykkt samhljóða. 9. liður umsögn
mat á umhverfisáhrifum neðansjávar vatnsleiðsla til Vestmannaeyja. Umsagnarbeiðni barst til Rangárþings eystra vegna neðansjávar vatnsleiðslu til Vestmannaeyja. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir framlögð drög að umsögn mat á umhverfisáhrifum neðansjávar vatnsleiðslu til Vestmannaeyja. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir umsögnina og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að senda hana til Skipulagsstofnunar. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 10. liður úr dagskrá merkjalýsing skyggnir. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að landskiptum verði hafnað. Í aðalskipulagi sveitarfélagsins kemur fram að halda skuli vegtengingum í lágmarki og hægt sé að fara aðrar leiðir. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Þau sem samþykkja gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá það 11. liður á dagskrá. Það aðalskipulag Brekkur. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér aðalskipulags afsakið, hvað segirðu? Hoppaði ekki yfir eitt lið. Smá fundarhlé. Takk. Já, afsakið þetta. Oddvita varð hérna á varðandi uppröðun liða á dagskrá. Ég biðst afsökunar á því. En sem betur fer ég nú með gott fólk með mér hér í salnum sem að leiðrétti mig þegar að svona fer. Næsti liður á dagskrá liður númer 11, en það aðalskipulag Móbakki. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér lýsinguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send til umsagnaraðila og kynnt samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað í þessu sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau þeim samþykkja það gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá förum við í 12. lið á dagskrá og það aðalskipulag Brekkur. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér aðalskipulagsbreytingan og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send til umsagnaraðila og auglýst samhliða deiliskipulagstillögu samkvæmt 31. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að aðalskipulagsbreytingu verði auglýst samhliða deiliskipulagstillögu samkvæmt 31. grein aðalskipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja að gefa merki.
Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 13. lið á dagskrá. Það deiliskipulag Brekkur. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér tillöguna og leggur til í sveitarstjórn og hún verði send til umsagnar aðila og auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá deiliskipulag Vistarvegur 2-8 í B23. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu og send til lögbundinna umsagnar aðila samkvæmt 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, að þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá deiliskipulag Austurvegur 1-3. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreitt samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fólk vill ræða, fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreitt í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 16. liður á dagskrá deiliskipulag Stórhólsvöllur. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér tillöguna og leggur til við sveitarstjórn og hún verði send til umsagnar aðila og auglýst samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 17. liður á dagskrá deiliskipulag Efri Úlfsstaðir. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér tillöguna og leggur til við sveitarstjórn og hún verði send til umsagnar aðila og auglýst samkvæmt 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 18. liður á dagskrá deiliskipulag Ytri Skógar Héraðsskólinn. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur undir umsagnir Minjastofnunar og Náttúruverndarstofnunar. Viðbyggingin skal ekki draga athygli frá gamla héraðsskólanum sem hefur menningar og sögulegt mikilvægi fyrir skóga. Bæta skuli við í greinargerð að Minjastofnun skuli samþykkja aðaluppdrætti fyrir viðbyggingu. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreitt samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Er það ekki? Á þetta ekki vera? Jú. Einhverjir sem vil ræða eitthvað undir þessum dagskrárlið?
Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem staðfesta gefa merki. Staðfest samhliða. Þá það síðasti liður á dagskrá fundarins í dag. Það 19. dagskrárliður, deiliskipulag Háeyri. Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send til umsagnar aðila og auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá ekki fleira á dagskrá fundarins í dag. Takk fyrir áhorfið þeir sem horfðu á okkur í streymi og fundi hér með slitið.